Júpiters í Ólís, nei, það ekki Ólís, Jesús, það í bikarkeppninni. Númer 1, við ætlum að byrja á liði gestana, 12, Hrafn Valdísson. 31, Ástgeir Sigmarsson. Númer 3, Bjarki Björgvinsson. Númer 6, Gunnar Valur Arason. Númer 9, Viktor Orri Þorsteinsson. 10, Jón Brynjar Björnsson. 14, Bjarni Ólafsson. 17, Gísli Steinar Valmundarsson. 18, Brynjar Jökull Guðmundsson. 19, Jón Tómas Sigurðarsson. 22, Yngvi Þór Marinósson. 23, Arnþór Örvar Ægisson. 33, Guðjón Ingi Sigurðsson og 34, Ragnar Áki Ragnarsson. Þá byrjum við að kynna liðið gesta. Jesús, það heimaliðið. Númer 1, Jóhann Kukubat. Númer 12, Sverrir Andrésson. Númer 16, Bjarki Garðarsson. Númer 4, Benedikt Elvar Skarphéðinsson. 5, Arnar Gauti Grettisson. 8, Arnar Steinn Arnarsson. 9, Halldór Ingi Óskarsson. 10, Styrmir Sigurðarsson. 11, Jóhann Reynir Gunnlaugsson. 14, Gunnar Johnsen. 17, Ólafur Guðni Eiríksson. 19, Andri Dagur Ófeigsson. 27, Jón Hjálmarsson. 33, Jóhannes Berg Andrason. 42, Hjalti Már Hjaltason. Og 77, Pétur Jóníusson. Þjálfari ríkis Jón Guðlaugur Vilkason og Andri Berg Haraldsson. Jæja, þá leikurinn farinn hérna af stað og Vængir Júpiters eru náttúrulega lið í fyrstdeild karla, eru frekar neðarlega þar og eru bara að hafa gaman að þessu. Og Ragnar Áki með hörkuskot. Börnin verður þetta vel. Og Andri Dagur Ófeigsson skora gott mark úr hraðhlaupinu.
Þetta verður áhugaverður leikur. Ef allt eðlilegt þá ætti Víkingur að vinna þennan leik. Ansi stórt með 15 mörkum eða svo, enda mikil munur á Olísdeildinni og grillinu. Já. Bjarni Ólafsson fær hérna vítakast, frekar ódýr dómur. Og Viktor Orri vippar hérna yfir. Hræðilega illa framkvæmt, en að gera reyna. Já, Jóhannes Berg skora gott mark. Þetta verður rammarreip að draga hjá Vængjum Júpiters í allt kvöld. En eins og segðan, þeir eru náttúrulega bara að hafa gaman að þessu. Þeir eru hérna komnir í 16. úrslit í bikar. Og eru bara að njóta sín að spila handbolta. Ef þeir geta eitthvað strítt Víkingsmönnum í kvöld, þá er það náttúrulega bara frábært til þeim. Já, Bjarni með slagt skot. Já. Tvekki myndabrottvísun á Brynjar Jökull. Þetta er bara hárréttur dómur, Arnór. Já. Vængir ákveða að taka markmannin ekki út af, spila bara 5 og 6. Og Viktor Orri fer hérna í árás. Já. Arda Gauti, já, virkilega góður varnarleikur á Viktori Orra. Snöggur að skila sér tilbaka. Og frábær lögleg stöðvun hjá honum. Jói leysir inn og fer væntanlega aftur út, eða nei. Hornið laust. Já, vel gert hjá Jóhanni Reyni. Og Stimmi nær frákastinu. Skora gott mark. Fjögur 0 eftir 5,5 mínútu. Og Vængir eru að fá verða með fullskipa lið. Brynjar Jökull kominn inn á. Hendi komin upp.
hárréttur dómur. Brynjar Jökull fær hérna vítakast. Það er erfitt að eiga við hann. Stór og mikill. Og Jóhann Kúkubad ver tekur hérna gott víti frá Gísla Steinari. Arnór dæmir hérna ruðning. Ég held að þetta sé bara rétt. Jói aðeins og það átti að losa hann í horn. Þannig að Ragnar Róki, hann var nú tíma í herbúðum Víkinga hérna fyrir einhverjum 2-3 árum. Stimmi slagt skot, skýtur yfir. Hrafn snöggur að gefa upp á Viktor. Jóhann sér við honum. En Viktor Orri er eldsnöggur. Frábær sending hjá Hrafni. Hrafn búinn að vera hérna bara sprækur undanfarið. Þetta er strákur sem er alinn upp í Stjörnunni, spila með KR og fleiri liðum, kann sitt hvað fyrir sér í markinu. Þeir vilja fá hérna 2 metra brottvísun. Leikmenn Vængja Júpiters segja að vera að fara aftan í. Ég veit ekki með það, en Gísli Steinar skora gott mark. Arnar Steinn lætur verja frá sér, hann verður að fara að nýta færin betur drengurinn. Og Jóhann Reynir skorar 5-1. Svona verður þetta í allt kvöld. Rúma 10 mínútur búnar hérna. Munum líklega sjá Víkinga rótera svolítið liðinu og rúlla liðinu. Já, frábært mark hjá Gísla, þessi annað mark. Arnar Gauti slaka sendingu, kasta beint út af. Já. Gísli reynir þetta skemmtilega línusendingu, hann laumar inn á Brynjar.
En Ragnar Rokki hættur Hávardinn að verja frá sér. Já, þeir stilla upp núna þetta fyrir Áki fyrir upp. Já, beint í milliðina og Jóhann verið þetta auðvitað. Já, vel spilað. Já, hárréttur dómur. Arnór Jón dæmir vítakast. Standa inn í teig og að brjóta á honum. Þannig að fær Jóhann Reynir á punktinn. Það spáði hann skjóti uppi nær, kemur ekki á óvart. Og Jóhann Reynir skorar og fagnar hætti húsins. Þessi leikur verður lengi að líða hérna í kvöld. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn með það. Þessar 60 mínútur munu líða hægt. Þetta mikill munur á þessum liðum og svona æfingakúltúr og annað og þetta eins og ég er búinn að koma inn á tvisvar í lýsingunni. Þá eru náttúrulega bara vængamenn bara að hafa gaman að þessu. Eru bara að njóta sín. Arda Gutti skora gott mark úr aðalöpi. Mikilvægt hjá honum að klára þetta. Fær gott sjálfstraust. Þá Gunnar Valur Arason kominn hérna inn á. Gísli Steinar Valmundsson með þriðja markið sitt og jafnframt búinn að skora öll mörk vængjamanna. Andri Dagur með miðsætna skot. Virkilega vel varið á Hrafni.
Já. Gísli hérna iðinn við gólan. Sækir grimta og lætur skotin ríða af. En vörnin sá hjá honum. Já, þeir fara núna í leikhlé. Sé að Andri Hjartar Gretarsson að stjórna liði Vængjanna hérna í kvöld. Stjörnumaður upplægi, var frábær hornamaður en er hættur að spila. Ég held ég hef ekki spilað neitt í vetur. Er þó ekki alveg viss. Hann er allan í þessari grúppu. Já. Erum með 2 línur. Vængjumenn spila 4-2. Halldór Ingi Óskarsson kominn inn á í vörnina. Strákur fæddur 2003 en það í 3. flokki. Bara frábært fyrir hana. Og Gísli Steinar heldur upptöknum hætti. Sá eini sem að lætur vaða markið eða einhverju ráði. Já, Jukki vinstri, Gunnar Johnson gefur með tilbaka. Já, Gunnar komið svolítið nálægt vörnin eða kominn aðeins og framalega. Og Jóhann Reynir skora gott mark, fer í jafnfætis uppstökkið. Já, Gunnar Valur nær frákvæmstunum miklu harðfylgi. Kemur hann á félaga sinn Brynjar Jökull Guðmundsson, gamla skíðamanninn. Já, Gunnar Valur tapar boltanum en vinnur hann aftur en fær á sig fíkri væntanlega. Já, hárrétti dómur, bara rauðníkur. Ragnar Áki snýri þarna leið. Og Arnar Steinn skorar eftir góða sendingu frá nafna sínum. 9-4.
Það er spurning hvort að hvað verður mikið skorað hérna í kvöld, hvort að Víkings menn fari upp í ef þeir ná hraðalepinum í gang þá getur við farið í einhverja svakalega tölu. Já, góð verðin Dóra. Dóri fílhraustur, tekur mikið til sín. Bara frábært að hann sé að spila þennan leik. Já, Ragnar Óki með slagt skot. Þá kemur Jón Hjalmarsson inn á í hægra hornið. Kraftmikill leikmaður hann Jón. Frábær klipping á Gunnari og já, boltan yfir bara. Jói klárar þetta vel fyrir góða yfirendafyntu. Mikla framfarir á Jóa síðustu 2 ár, bætt sér mikið. Einn allra efnilegasti handboltamaður landsins, verður 19 ára á árinu. Það verður mikil áskorun fyrir Víking, fyrir okkur í Víking að halda honum og vonandi tekst það. Verður meðal að halda honum á næsta ári. Það er Jón Brynjar Björnsson kominn inn á. Jón Brynjar yngri flokka þjálfari hjá HK. Tíu 5. Já, hörkumark hjá Gunnari Johnsen. Hann getur þetta vel strákurinn, hoppar hátt og getur vel úr á markið. Oft með góð skot. Já, vel gert hjá Jóa, góður leikskilningur. Kasta hann bara hátt og langt og láta Jón hlaupa inn í boltan. Gaman að sjá þetta. Jón kominn á blað. 12-5. Já. Vængjarmenn í með 2 línur. Brynjar og Gunnar. Það eru alvöru tankar þar á ferðinni. Og Gunni vinnur boltan hérna. Gunnar er mitt þjálfari Fjölnis Fylkis í Grill 66 deild kvenna.
Það fyrir Brynjar Jökull á punktinn. Skorar af miklu öryggi af vítapunktinum. Alltaf hálf skrítið að sjá línumenn taka víti. En þeir geta alveg verið öryggir eins og aðrir á punktinum. Já, Jóhann Reynir með afar sérstakann tæknifél hérna. Hann á þetta því miður til eins og hann gerir nú geggjum mörkin á milli og góða hluti, en þá koma svona fáránlegir feilar sem betur fyrir ekki oft. Já, Jóhann og Jón Hjálmarsson hleypur inn í boltan, en Hrafn Valdísarson ver boltan. Ég skil mótmæli vængjamanna vel. Boltinn fór með viðkomu í Jón Hjálmars á leiðin tilbaka. Já, Viktor Orri grimmur, sækir alveg óhikað á vörðina. Þeim vantar bara einfaldlega meiri ógnun hérna fyrir utan. Já, Bjarni Ólafsson, fyrir fjölninsmaður. Það reynir að komast inn í gegn í hægra horninu. Nú það bara Jón Brynjar að skjóta. Æ. Gunnar Valur vildi fá vítakast. Ég held að þetta sé nú bara rétti dómur og hann var ekki inn í teig. Já. Hérna fá þeir víti. Og aftur fer Brynjar Jökull á punktinn. Hann getur minnkað þetta í 5. En núna skýtur hann yfir. Já, boltinn gengur vel hjá Víkingum. Jói með slagt skot. Tók sér góða stöðu og let skoti ríða af, en hérna tilvari á Hrafni. Hrafni er svona fínn fyrstöldamarkmaður. Klárlega
búinn að sína fína takta hérna inn á milli þessum fyrri hálfleik. Já, Ragnar Áki reynir hérna að hnoða inn á Gunnar Val. Gunnar Valur náði ekki alveg tökum á boltanum, hann náði ekki snúa. Og boltinn leikur inn. Já, Gísla Steinari. Hann er örugglega komið með 5 mörk hérna í kvöld. Fram, fá boltan yfir. Og Jóhannes Berg hefur ekki mikið fyrir þessu. Fjórtán 8, 15 sekundur eftir. Já, langur bolti á Jóhann Reyni yfir á Dóra. Og Rafn Valdísson ver frábærlega frá honum. Og það er fríkast. Vængjarmenn þurfa að fara í hávörn. Og Styrmir til í að framkvæma þetta, en var ekki langt frá því að skora. Við tökum okkur smá hlé, komum inn í seinni hálfleik, staðan 14-8 í hálfleik.
Jæja, þá fer seinni hálfleikur fljótlega hefjast. Og staðan þetta 14-8. Vængjamenn munu örugglega spila áfram langa sóknir og svona reyna að hægja aðeins á þessu og reyna að nóðast eitthvað í gegn. Einn. Jæja, þá eru dómararnir loksins mættir í hús. Liðin löngu komin og fjórtán átta hérna í hálfleik. Verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Ef allt er eðlilegt þá keyrum við á því í kaf. Vængjamenn vinnum með 15 mörkum. Arnar Steinn kemur inn, draugum frá, Andri Dagur fær mikið pláss. Glæsilega gert hjá honum. Það eru góða vinstri hægri, vinstri fintu. Já, eins og ég sagði á hann, þá hljóta Vængjamenn að spila svolítið langa sóknir og ekkert að flýta sér. Nóða. Það er nú bara eðlilegt, þeir æfa örugglega bara einu sinni í viku. Þeir allir náttúrulega bara hafa gaman að þessu, góði félagar. Það er engin að stefna neitt á að verða eitthvað, komast eitthvað áfram í handboltanum, bara hreyfing og félagsskapur. Bara frábært fyrir þá.
Og Arnar Steinn Arnarsson skorar gott mark. Sextán átta. Vil sjá okkur vinna hana leik með minnstakosti 16-17 mörkum, eitthvað svoleiðis. Og Arnar Steinn skorar aftur. Frábært fyrir hann. Koma sér vel á blað. Þetta er virkilega öflugur átnamaður þegar hann er á deginn sínum. Eldfljótur og mikið sprengikraft. Og Ragnar Áki hefði gott mark. Vel spilað hjá Víkingum en Arnar Gauti stígur á línu. Ekki sáttur með sjálfan sig eðlilega. Hann reyndi að klára þetta mjög vel. Slúttaði ákvæðlega vel. Já, frábælega spilað á Ragnar Áka inn á rússa jeppan. Gunnar Val Arason. Gunni Valur alvöru tankur. Þá kemur Yngvi Þór Marinósson inn á til að taka vítið. Og hann skorar. Skorar hérna miklu öryggi úr vítinu. Kastlægið var þannig eins og var ekki búinn að æfa mikið handbolta en bara örugglega ótrúlega sterkur og flottur í hóp. Fagnaði þessu skemmtilegan hátt. Bara flott hjá honum. Hann sést langa leiðir til toppmaður. En já, Gunnar Valur leysir inn og Ragnar Áki heldur áfram að reyna að hnoða línu og Arnar Steinn fær hann hérna og skorar miklu öryggi. 18-10. Arnar Steinn kom með 3 mörk. Já, Jóhann verið hérna vel frá Bjarna Ólafs.
Já, þetta var þessi sending var neðarlega við Jóhanni Reyni. Hann nú yfirleitt með mjög góðar sendingar niður í horn úr skyttunni. Það ekki öllum gefið að ná að senda nú skyttu niður í horn. Það að segja langa sendingin. Þannig að óvanalegt að sjá hann ná þessu ekki. Og Gunnar Valur heldur áfram að taka til sín. Fiskar hérna annað vítakast stuttum tíma. Ótrúlega erfitt að eiga við hann. Þá kemur Yngvi Þór Marinósson inn á aftur til að taka vítið. Og hann skorar örugglega og fagnar að hætti húsins. Eins og ég sagði hann sést langa leiðir að þetta er toppmaður og örugglega mannar hessastur í liðspartíunum. Andri Dagur reynir þetta að fara með 1 og 2. Stimmi spila vel niður í horn og Jón Hjálmarsson fer í sína víðfrægu yfir þetta fintu. Hrafn Valdísason hann kennir sér einhver meins hérna eftir að hafa varið hvort hann hafi eitthvað fengið eitthvað slink. Viktor Alexander Ragnarsson liðsfélagans var markmaður hlær hérna dátt með honum hérna við hliðlínuna. Viktor Alex einhver allra mest í toppmaðurinn í þessu, frábær í hóp, frábær félagsmaður. Já. Áki. Já, frábær sending hjá Hrafni og á Viktor Orra sem minnkar í 18-12. Já, reynir Andri Dagur, já. Og Andri Dagur á allt og seinna losa hann. Það kemur hjálp á vörn. Það var náttúrulega allt opið hinum megin. Leiðan hann finnur snertinguna og verður hann að losa. Já, þetta er ekkert annað en vítakast og 2 mynda brottisun. Vel gert hjá Dóra. Jóhann Reynir fyrir punktinn. Það skorar að miklu öryggi. (19-12)
Vængir verða manni færri hérna í 1,5 mínútu viðbót. Já, þetta er bara hárréttur dómur. Hann hélt að hann var að fá fríkast. Já, þeir eru svolítið að missa boltan og ná ekki alveg tökum á honum. Og Benedikt Skarphéðinsson skorar. Gott mark. Benedikt, miðjumaður, getur leyst þessa stöðu mjög vel, hornastöðuna. Enda er hann svona ekta hornamanns skrokk. Og er leikinn með knöttinn. Já. Og þeir nóðu honum inn á Guðjón Inga Sigurðsson sem skorar af miklu harðfylgi. Guðjón Ingi minnir að hann sé uppalinn í Haukum og hafi verið þar eitthvað að spila með Fjölni árið. Þóri þó ekki alveg að fullyrða. Já, vel spilað hjá Gunnari Johnsen. Frábærlega gert hjá honum. Og Hjalti öruggur. Og Gísli Steinar skora gott mark, hann hefur búinn að vera mjög sprækur hérna, eða svona þeirra sprækasti maður hérna í kvöld, held ég. Andri Dagur hérna á miðjunni. Frábær hreyfing hjá Gunnari, nú þarf að fá boltan hratt yfir. Já, Hrafn verður þetta vel, kemur langan á Viktor Orra sem að klárar að miklu öryggi. Ferði í smá snúning sýndist mér. Hann er eldsnöggur upp á Viktor Orri. Staðan orðin 21-15, korter eftir. Andri Dagur með gott skot. Neglir báðum fótum vel niður í jörðina og plaffar á markið.
Já. Fara Vængjamenn í leikhlé. Andri Hjartar Já. Gulli segir við sína menn hvort við getum ekki keyrt meira, það er bara hárrétt hjá honum. Hljóta geta keyrt meira, spurning hvort að strákarnir er ekki aðeins setja í auka gír hérna, fá nokkur hraðalöp, smera tempó. Já, leikmaður með 19, Jón Tómas Sigurðarson. Jón Hjálmarsson skora gott mark. Já. Þarna hefði alveg verið hægt að dæma vítakast. Satt best að segja. Gísli Steinar tók þetta góða yfir þetta fintu. Þeir eru með spila 4-2, 2 línur. Spurning hvort Jón Brynjar fari ekki að láta vaða markið. Þeir þurfa að fara að fá skot núna. Nú verður bara Jón Brynjar að skjóta. Og Jón Tómas Sigurðarson nær þarna frákastinu og skorar siglumark 23-16. Já, Vængjamenn þeir geta alveg stilt upp í fína 6-0 vörn. Geta alveg látið vel til sín taka og barist og bytti frá sér. Og Gísli Steinar skorar 17-23. Hann er búinn að vera þrælsbrekkur í kvöld. Strákur sem held ég uppalinn í Fjölni. Já, Andri Dagur heppinn að fá þarna fríkast. Reyndist núningsbolta inn á línu. Já, tvekja mynda brotti svona á Gísla. En á vikinni sá ekki alveg hvað gerist.
Stimmi leysir inn og boltinn tilbaka, já. Vel spilað, nú þarf bara að láta bolta vinna áfram. Nei. Vel spilað í Andra, inn og Stim á línunni. Þetta er að sjálfsögðu ekkert annað en vítakast, bara hárrétt hjá Gulla. Ótrúlega að sleppa þessu. Það er Andri Dagur, skorar þetta gott mark. Bjarki Garðarsson komin inn á markið. Toppmaður Bjarki, gríðarlega mikil félagsmaður. Þjálfa 7. flokk kalla hérna hjá okkur í félaginu. Uppalinn vikingur, gefur mikið af sér. Alltaf boðinn og búinn. Þetta var alvöru skot hjá Ragnari Áka. Það er að ýmislegt í þessum strák. Man eftir því að hann var hérna í Víking fyrir 2-3 árum. Byrjaði eitthvað tímabilið. Hann er hávaxinn og er með einhverja takta. Alveg samfærður það ef hann æft alveg á fullu gassi þá hefði hann klárlega geta verið spilað eitthvað í ólís. Öðruvísi kastlag samt. Já, Bjarki ver hérna vel. Já, endingunni upp. Já, það var laust. Það var máttlítið. Jáka, Stimmi vel spilað hjá honum. Og Jón Hjálmars fer þetta á fítonskrafti milli 1 og 2. Já, Jón Brynjar lítur nú að fara að láta vaða markið. Já, það var ágætlega skotið á Gísla, hoppaði í fjær en skaut í nær. Ágætis tækni hjá honum. Staðan er 26-18, 6,5 mínútur eftir. Já, heilskoti af Jóni í gólfvöðin. Það er rétt fyrir markmann að reikna. Þá takaði líklega Vængir Júpiters.
Já. Þeim fannst mikilvægt að taka leikli hérna þegar 6 mínútur eftir. Aðeins að fá kannski aðeins að kasta mæðinni og hvíla sig. Já, reyndu hérna Sirkus. Já, Arnar Steinn stígur á línu. Klaufalegt. Já, nei, þeir fara nú ekki að setja hendina strax upp. Leyfa nú vængjunum aðeins að njóta af aðeins hérna. Já, Ragnar Áki. Þetta munaði engu að það yrði hérna slæmur árekstur sem betur fer ekki. Voru við það að skella saman. Já, frábært undirhendaskot. Ágætt súliðan Ragnar Áki. 28-19, 4 mínútur eftir. Gamli góði tékkinn, vá, virkilega vel spilað, vel útfært. Tékki og svo bolti í loftið. Já, Viktor reynir að hnoða þenn á línu. Já, vel gert. Já, menn brosa og hlæja, skemmta sér. Ótrúlega mikilvægt í þessu. Menn eru að æfa og tuttast alla vikuna. Menn eru ekki að fá greiðilega margar krónur eða aura fyrir þetta. Þá verður þetta að vera gaman. Og ég veit að það er gaman hjá þessum strákum. Góður mórall, góð stemming. Bjarki með hræðilega sendingu. Já, Gísli Steinar, hann er bara komið að langan og Arnar Steinn. Nei.
Já, 1,5 eftir. Og Benedikt Skarphéðinsson skorar með góðan snúning. Mínúta eftir 30-19. Þessi leikur er búinn að vera lengi að líða eins og ég spáði hérna í upphafi leiks. Svona leikir eru alltaf einhvern veginn eins þegar úrvalsdeildarliðið mætir liðið sem er bara að yfir einu sinni í viku er að hafa gaman. En bara ég vil hrósa Vængjónum fyrir flotta frammistöðu. Mörgu leyti geta alveg stillt upp í ágætisvörn á köflum og fína markmann og eru náttúrulega bara að skemmta sér. Og Arnar Steinn með skrautmark, alvöru snúningur. Það var bara 1 skot eftir og já. Og þetta klárast 31-19, ekkert meira um það að segja. Víkingur er komið í 8-lega úrslit í Coca-Cola-bikarnum. Og við erum bara einum sigri frá því að komast í Final Four sem væri geggjað, myndi gefa deildinni umtalsverðar fjárhæðir. En við þökkum fyrir í kvöld.